kjarabaráttan ekki hvað síst háð í dómsölum og með lögfræðina vopni, ekki bara með verkvöllum og verkfallsvörslu og til að hjálpa okkur aðeins að greiða úr því sem að haldið hefur verið fram í umræðinni hingað kominn Gísli Tryggvason, lögmaður og sérfræðingur í vinnurétti, það óhætt að segja það, ekki Gísli? Jú, það held ég. Herðu, eitt sem að maður heyrir sagt núna eftir að landsréttur kvað upp sinn úrskurð, þá fór það náttúrulega mjög illa í Samtök atvinnulífsins, var svolítið augljóst og þau höfðu bara ekki búist við þessu. Og eitt sem Halldór Benjamín segir að þetta sé einhvern veginn illskiljanlegt því að þarna sé miðlunartillagan sögð vera lögmætt en hins vegar fær ríkissáttasemjari ekki heimild til að sækja félagatalið til þess að geta greitt atkvæðum hana. Er það svo að Landsréttur segir að miðlunartillagan sé lögmætt? Nei, það er engin dómstóll leyst úr þeirri spurningu. Ef það væri búið að leysa úr því nú þegar fyrir dómstólum, þá ætti héraðsdómur að vísa nú þegar frá máli Eflingar einmitt það. Það sem að Efling hefur krafist þess að miðlunartillagan eða tillaga ákvörðun að leggja fram miðlunartillögu verði dæmd ógild. Það er ennþá til úrlausnar hjá héraðsdómi og hefur ekkert verið leyst úr því. Félagsdómur leysti heldur ekki úr því en það er ekki hans hlutverk og Landsréttur leysti alls ekkert úr því, hann bara leysti úr því hvort það ætti að afhenda félagaskrá. Landsréttur hins vegar segir í atvikalýsingu nánast að sko það sem bara stendur í lögunum að ríkissáttasemjari hafi heimild til þess að eiga frumkvæði slíkri miðlunartillögu og í því felst engin úrlausn hvort að það hefur verið lögmætt í þessu tilviki, þannig að það er bara rangt hjá bæði það er sagt almennt að megi leggja fram miðlunartillögu en ekki að þessi miðlunartillögu hafi verið lögmætt. Já, það er bara sagt, það er bara eins og að segja tunglið er ekki úr rosti, stendur einhverstaðar í dómi en það er engin það er ekki verið að dæmi það er bara að vera að lýsa staðrindum, hann hefur þessa heimild, það er bara að vera að leysa úr einhver allt öðru. Bæði Halldór Benjamín og Aðalsteinn hafa lagt mikla áherslu á þessi fréttum og ekkert verið svo sem leiðrétt neitt með neinum hætti. Já, þeir eru nú hvorugur lögfræðingur en það þarf nú ekki lögfræðing til að vita þetta að það sem kemur fram í dómsforsendum er það sem dómurinn er að segja og leysa úr. En þetta kemur ekki eins og fram í dómsforsendum, þetta er bara í upphafi málsatvikalýsingar nánast að hann hafi þessa heimild og svo er farið að leysa úr álitefninu sem var allt annað. En úrskurðurinn, hann er áhugaverður allavega fyrir okkur svona blaðamenn því að það var nú búið að tala þetta í aðdragandunum en ég man ekki eftir neitt sem að krækti þarna aftur til umræðina á þingi 1978 og samt voru dregnir á land Ásmundur Stefánsson og allt stofnana minni verkalýðshreyfingarinnar en engum tókst að krækja aftur í þetta. Nei og ég verð að viðurkenna, ég fór ekki dón í þessi lögskýringagögn þegar ég var að segja frá þessu bæði RÚV og hjá þér. Ég bara leysti úr þessu á þeim efnisgrundvelli og taldi miðlunartillöguna sennilega ólögmæta af því að hann hefði ekki haft nægilegt samráð en úr því hefur ekki verið leyst og verður kannski ekki leyst í bráð. Jú, fyrir héraðsdómi vonandi. En Landsréttur fór réttilega í nærtækustu stöðuna, þar að segja ekki að leysa fyrst úr því hvort að miðlunartillögan væri heimil, heldur hvort að væri nægilega skýr heimild til þess að krefjast félagatals. Og þá verður að minna á það að í svona máli, það sem er krafist þess að til dæmis einhver víkja fasteign sem heitir útburðamál eða einhver afhendi einhvern mun sem annar á, sem heitir innsendingagerð og þetta var sennilega líkara innsendingagerð, að þá það rétturinn að vera mjög skýr. Heimildina? Já, sennilega bæði lögfræðilega en aðalega atvik. Það má til dæmis ekki í slíku máli leggja fram matsgerðir eða vitnisburði annað. Þetta verður að vera svo skýrt að það verður bara að vera alveg ljóst. Þannig að málið fellur kannski strax á því að ríkissáttasemjari hafði ekki skýra heimild. Ég saði frá því held ég á RÚV daginn að í lögum talsmann neytenda sem var embættis ég gegndi einu sinni, þar var sérstaklega tekið fram í þessum stutta lagakafla embættið að ef að fyrirtæki veittu ekki þær upplýsingar sem ég krefði þær sem það gerði hún reyndar alltaf, að þá get ég farið fyrir héraðsdóm og sótta með valdi nánast og sýslumanns og lögregluvaldi. Til þess þurfti aldrei að koma, en þar hafði löggjöfin 2005 passað upp á að hafa slíka heimild.
En það ekki meira í þessum úrskurði að þeir segja að það sé ekki heimild til þess að gera það? Þeir taka það fram að það hafi verið vilji löggjafans að hafa það ekki? Fyrsta lagi sko, að það vantar þessa heimild. En máli að löggjafinn ætlaði að veita þessa heimild 1978 og hætti við það. Það að segja að þegar frumvarp kemur frá ríkisstjórninni, eins og flest frumvarp komu og koma enn, þá slík heimild í frumvarpinu 1978 þá hvaða stjórn, Þetta restin af Geir Hallgrímssyni, það farið að líða vori, þetta síðustu verk þeirra ríkisstjórnar. Alveg rétt. Svo framundan söguleg ríkisstjórn, vinstri stjórn Ólafs Jóhannessonar sem lifði stutt. Nákvæmlega, þetta rétt fyrir þá stjórn, þannig þetta áður en vinstri öflin koma til skjallana en Mikill óróa vetur í verkvöll og... Ekki þú býsna vetur. En þetta sem sagt, framsögumaðurinn var einmitt sjálfstæðismaðurinn Þorvaldur Garðar Kristjánsson, sem mér minnir að hafa verið lögfræðingur, hann segir í framsöguræðu sem Landsréttur vitnar algjörlega réttilega til, það hefur komið hérna andmæli frá ASÍ við þessari auknu heimild, þessu aukna valdi ríkissáttasemjara. Og við ætlum að draga það tilbaka að því ASÍ á móti, þó að VAFSÍ, sem heitir núna SA, sé hlindi, en það gerir SA ekki, eða VAFSÍ ekki ágreining. Þannig að þetta bara leyst fullkomlega rétt. Það verið að passa að Trump ekki á öðrum aðila vinnumarkaðarins, stóru aðila vinnumarkaðarins. Og í anda þess að þessir aðilar eigi eiginlega að setja sér leikreglur. Já, eins og við fórum yfir, að það væri helst best þannig í Danmörku til dæmis, en menn allavega taka tillit, þannig ég skil ekki þá lögfræðingar sem telja þetta eitthvað skrýtna lögfræði, þetta bara alveg eftir skólabókalærnum á fyrsta ári, að ef að löggjafinn leggur eitthvað til, eða það að segja ef eitthvað lagt til í frumvarpi og svo dreigir tilbaka í meðferðum þingsins, þá felst í því beinlínis heimildum að löggjafinn hefði einmitt ekki viljað þetta. En þögn, þegar hann hefði ekkert spáð í það væri miklu meira vafamál. En þá hefði ég líka talið að þetta fara á þennan veginn, þetta var bara alveg augljóst og þá minni ég á það, stjórnvöld þurfa almennt heimild í lögum til þess að gera það sem þau gera, annarkot sérstaka eða svona almenna. Borgararnir mega að gera allt sem þeim ekki bannað, en stjórnvöld mega bara gera það sem er sérstaklega leyft. Og þegar við bætist þetta sem ég nefndi áðan, að í aðfaralögum þarf rétturinn að vera skýr til þess að fara á svona heimild, og að stjórnarskráin verndar sérstaklega félagafrelsi og persónuréttindi sem eru nú í félagaskrám og starfsemi stéttarfélaga, þá finnst mér þessi niðurstaða á svo margan hátt nærtæk. Fyrsta löggjafinn gerði þetta sem hann gerði fyrir rúmum 40 árum. En fyrir okkur sem ekki lögfræðingar, hvernig þá hugsunin hjá þinginu og aðilum vinnumarkaðarins á þessum tímum sú að taka valdið af ríkissáttasemjara, að setja fram miðlunartillögu, nema hann geri það í svo góðu samkomulagi að verkalýðsfélögin láti félagaskrána hendi eða standi sjálf fyrir atkvæðagreiðslu. Já, þegar þú segir hugsunin hjá ríkinu, þá það eitt vandamál. Við lögfræðingar tölustundum vilja löggjafans og það sé eitthvað svona upplýstur kongur sem situr á einvaldstóli. En það svona pínu illúsjóns telja réttar heimspekingar nú og þegar þetta gerist eins og þetta gerist þá að það einhver hugsandi greinagerðarsmiður og frumvarpssmiður sem leggur eitthvað til, svo breyta þingmennir því, þá ruglar það alveg kerfinu og ég hef sjálfur verið hér í stöðu að maður semur eitthvað og svo maður alveg með lífi í lúkonum að einhverju þingmenn fara að gera eitthvað annað en maður samti sjálfur. Og ekkert samhengi kannski þá ekkert endilega samhengi í hugsun, en þannig allavega hugsunin, við skulum ekki ganga svo langt að það sé hægt að taka félagaskrána með valdi, sem akkurat það sem að ríkissáttasemjari ætla að gera, ætla að taka með valdi. Þannig að þarna hefur sennilega verið eitthvað overkill hjá VAFSÍ 1978 að vilja tryggja það að í verstu tilvikum þá væri hægt að sækja svona með valdi. Alveg svo, það var overkill hjá ríkissáttasemjara að fara svona snemma í svokallaða miðlunartillögu og þessi bæði tilvik með 45 ára millibili, þau sennilega valda því að nú standa vinnuveitundur eða atvinnurekendur lakara vígi heldur en ella, því nú vita allir hver réttastaðan og nú geta stéttarfélög sem hefur aldrei látt sér dreyma það að hunsa ríkissáttasemjara, að því þau hafi ekki kannski sama slagkraft og efling hefur nú, að nú munu þau kannski bara gera það.
Þannig að þetta auðvitað veikir ríkissáttasemjara kannski meira en Þorvaldur Garðar og stjórnarmeirihlutin vildi 1978, en þeir vildu bara friða, en það stóð jú sérstaklega eins og Landsréttur nefndi að þessi breyting, þessi afturköllunarbreytingatillögunni fæli í sér að dregið væri úr valdi og stöðu ríkissáttasemjara. Þannig að niðurstaðan er alveg augljóslega rétt finnst mér. Hann Ögmundur kom hérna, hann var á þingi 96 þegar vinnulöggjöfin var breytt og hann var formaður BSRB á sama tíma. Og hann var að tala að það hafi verið mjög sótt af fyrirtækjaeigendum að yrði búið til eitthvað svona ríkissáttasemjari með lögregluvald, eins og hann kallaði það. Já, ég tók og sem er það sama á 78 og þannig að það kemur aftur 96 og í báðum tilfellum Ögmundur var alveg klár á því að það var ekkert í lögunum sem að veitti ríkissáttasemjari þetta vald og hafi verið draumur fyrirtækjaeigenda á þeim tíma, þá væru lögin fælan með ekki þetta vald því hann taldi að það yrði að ráðfæra sig sem eins og þú er bent á og svo líka að það væri óheimilt að leggja fram málamiðluna tillöguna nema að báðir aðilar hefðu fengið að þrýsta á kröfur sínar sem að Efling fekk ekki. Já, það er ég að vísu ekki alveg vissum að sé rétt hjá Ögmundi Venast þá er hann væntanlega að tala breytingur sem var gerð 96 þá var gerð breyting á reglum sameiginlega miðlunartillögu. Þetta er bara miðlunartillaga Eflingu og deilu hennar við Samtök atvinnulífsins en það sem við vorum að breyta sem við sögðum hérna frá fyrir 2 vikum 96 var meðal hans að auka heimildir til tengingar reglu svo kallar, eða tengingar miðlunartillögu, að tengja ólíka hópa sem eigi ekki beint í deilu saman og spyrða þá saman sem var mjög umdeilt hjá ASÍ og verkalýðshreyfingunni og þá voru sett aukin skilyrði fyrir miðlunartillögu. Það er ekki bara nóg ráðkast eins og í þessu tilviki, heldur þurfti líka að vera tími til þess að þrýsta á og það hefði verið ráðrúm og eitthvað slíkt. Þannig að 96 var ekki gengið eins langt og fyrirtækjaeigendur vildur og heldur ekki 78. Jú, það var nú gert. Nei, ég segi ekki þá er ég að taka mat Ögmundar að það hafi verið, draumurinn hafi verið það sem hann kallaði ríkissáttasemjari með lögregluvald. Já. Og það reynir ekki á það nema fyrir inn í þessari deilu að það er heiftalegur ágreiningur það hvort að miðlunartillagan sé lögleg. Og þar leiðandi er þetta að segja Aðalsteinn í það minnst að hafi túlkalögin með öðrum hætti heldur en aðrir sáttasemjarar og eins og Ögmundur sagði farið yfir línuna og hún var ólögleg og það er deilt það hvort hún sé lögleg. En það sem er á þessum tíma, það sem er búið að vera ræðum þetta núna, er að til dæmis öll heildarsamtök launafólks andmelti þessu, taldi þetta að vera brot á hefðinni og sumuleyti ert þú að vísa til þess að í hefðinni hafi verið svona samkomulag að aðila vinnumarkaðs ættu að hafa svona, gæti allavega kynnt leikaklunum eins og það væri. Já, og bara það að setja niður þessa starfshópum samskiptareglur á vinnumarkaði 1995 sem leiddi árið setna til þessara löggjafar sem var svona með hægri slagsíð eins og ég nefndi. Bara það var umdeilt. ASÍ var að spyrja, hver er að kalla á þetta og akkur þarf að gera þetta núna en með semingi tilnefndu 2 fulltrúa, þar meðal forseta ASÍ og held ég að hinn fulltrúin var Bryndís Hlöðversdóttir sem seinna var ríkissáttasemjari og þau voru mjög á bremsunni þangað til alveg var bara sagt af hálfu ASÍ að baklandsins nú hættu við bara í þessu og erum bara alveg á móti þessu. En yfirleitt er haft samráð við aðilar vinnumarkaðarins svona stóra hluti. En eins og Landsréttur úrskurða núna og að sumuleyti voru viðbrögð heildarsamtaka launafólks og margra verkalýðsfélaga svo sem líka að það er svona eitthvað þráður í því að núna á sama tíma stigu fram eldri menn eins og Ásmundur Stefánsson, Lára Vaff Júlíusdóttir og fleiri sem að sögðu að ríkissáttasemjari hefði þetta vald. Sem að enginn efaðist ég meina að hann væri bær til þess að leggja þetta fram. Já, en hann gæti gert þetta með þessum hætti. Okay. Og núna hefur Lára Vaff sagt að, Júlíusdóttir, sagt að þessi úrskurður Landsréttar bara kippi fótunum undan vinnurétti á Íslandi. Er það svo? Ég held nú að miðlunartillögur séu ekki það stór þáttur í vinnurétti eða vinnulöggjöf eða vinnumarkaðs
fræðum að þetta kipi stóðum undan, en þetta auðvitað veikir svolítið atvinnurekendur að þeir hafi sem sagt lent í þessu yfirskoti ríkissáttasemjara. En okkur þeir, ekki frekar en ríkissáttasemjari? Það er ekki gert ráð fyrir Já, ég meina ríkissáttasemjari á náttúrulega að vera hlutlaus en atvinnurekendur vilja náttúrulega að sé friður og að sé samningur og að sé unnið, sko, þeir vilja ekki dverkvöld, þeir vilja friðaskyldu og þeir hafa ekki fengið hana ennþá í þessu tilviki. Þannig að já, það eru fyrst og fremst atvinnurekendur sem eru óhefnir með þessa atburðarás. Ég meina, Efling hefur nú unnið allir marga sigra, fyrst ferða dóm meirihluta félagsdóms að verkfallið sé lögmætt á daginn, þrátt fyrir að þessi miðlun til að sé í farvegi og svo tapar í landsrétti, tapar ríkissáttasemjari þessu í landsrétti. Sko. En breytingin það mikil að það verður ekki, eins og einhver myndi segja, ekki við þetta una nema það þurfa að breyta lögum til þess að tryggja, er þetta þannig? Nei, þetta er ekki neyðarástand, sko, en þetta er auðvitað frá sjónarhóli fyrirtækja og kannski ríkissáttasemjara eða ríkisins þetta óheppilegt að þetta hafi komið í ljós, en það hefði nú ekki þurft langa rannsókn bara hjá laganema að fara honni í lögskýringargögnin 1978 þó að það ekki mörgum dottið það í hug, en væntanlega hefur lögmönnum Eflingar dottið þetta í hug og þeir hafa væntanlega fært þetta fram nema Landsréttur hafi bara fundið út þessi lögskýringar á þessum örfáu dögum, þeir voru ekki lengi með þetta. Nei, menn að maður hefði ekki verið nema 2 tíma að finna þetta út en maður hefði farið í lögskýringargögnin þarna og í stórum málum þá gera lögfræðingar þetta, þeir skoða ekki bara lögin sem allir geta gert og greinagerina sem flesti geta gert, heldur líka lögskýringargögn sem felast í ummælum framsögumanna og þetta er bara kennt á fyrsta ári lagadeilda að ummæli framsögumanna í þeirri nefnd sem fer með frumvarp eru lögskýringargagn. Það er ekki kannski lögskýringargagn þegar einhver þingmaður í stjórnarandstöðu segir eitthvað frumvarpið, en þegar framsögumaður stjórnarmeirihlutan segir þetta, nú hættum við að breyta þessu af því aðeins á móti því, þá er það augljós lögskýringargagn. Þetta verður kennt í lögskýringarfræðum næstu áratugina, þessi úrskurður. Já, og það verður ekki þannig að óbreyttu lögum að ríkissáttasemjari geti þröngvað miðlunartillögu upp á verkalýðsfélag. Verkalýðsfélag hefur þetta svar. Og að mörguleit er þetta sniðugt og í takti margt annað í vinnuréttinum að svona það sé ákveðið grátt svæði og svona ákveðin hefð við hliðan á lögunum. Minna, eins og við nefndum hérna í síðasta þætti með þér og Sigurði Pétursinni að lögregla hún gætir minna að hvað kallaði það lög og réttur og þetta passar hún upp að verða ekki líkanlegt ofbeldi og slíkt en hún á að halda sér höndum í verkfallsátökum, vinnudeilu átökum og þá er gerðið eiginlega svona frávíksregla bara út frá áratughefð að þó að lögreglan hafi það þá heimild í lögreglulögum eða einhverjum lögum að halda upp í lögur og reglu og að friður sé haldinn, þá gerir hún minnað í svona deilum. Ok, það er mál eftir inn í héraðsdómi og kannski verða fleiri mál út úr þessu, það er svona Halldór Benjamín framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins er alltaf að boða einhver straumkvörf, hvort það geti verið lagasetning eða eitthvað, en það er þetta mál hvort að tillagan sé lögmætt. Ef að tillagan er dæmd svo lögmætt en hann getur ekki framfylgt henni, hvað ástand er það? Það er ákveðið dilemma, það er, ég get alveg viðurkennt það með, hvað sé borgarlegu öflunum og það er svona óvinnlegt og óheppilegt en það stendur líka í 60. grein stjórnarskrárinnar eins og ég nefndi líklega hérna daginn að maður á að fylgja yfirvaldsboði eins og það er kallað í bráð, það er sett í bráðabirgða þangað til dómstól kveður á annað og þetta var það sem þeir byggðu á meðan þessi félagsdómi í atvinnurekendur en félagsdómur og Landsréttur eru sammála það að það þurfa að vera skýr heimild samt til þess að hlutast til verkfallsréttin sem er hluta samningsréttinum sem er líka stjórnarskrávarinn. En hvað líkurnar á því að þetta verið dæmt ólögmætt? Ég myndi nú frekar... Þú er nú alltaf verið frekar þeim megin. Já, ég frekar haldið því fram. Ég menn það er enginn sem efast það þó Ásmundur Stefánsson hafi verið að svara því að hann hafi þessi heimild. Það er bara efast það hvort að
aðdragandinn er réttmætur, lögmætur, eins og ég efast og svo hvort að efni er of gróft, skulum við segja, hvort að miðlun til hann er langt frá því að vera miðlun til að efni sínu og það er ólíklegt að dómara myndu fara þannig inn í efnislega matið, en mér finnst alveg eins líklegt að Ástráður Haraldsson sem hefur nú verið settur ríkissáttasemjari og er sérfræðingur í stjórnsýslurétti, ég held að hann hafi gert kandidatsríkir sína fyrir 30 árum svo kallega forsendurreglu sem að snýst efnislegt mat og málefnalega forsendur. Hann geti alveg tekið upp á því bara að beita heimild sinni sem settur sáttasemjari og afturkalla tillöguna kannski að því hún sé ógildanleg. Það er heimild í stjórnsýslulögum að afturkalla ógildanleg. Já, stjórnvald getur afturkallað eigin ákvörðun af 2 ástæðum ef það er ekki til tjóns fyrir aðila sem á valla við í þessu tilviki og ef hún er ógildanleg. Og hann getur... Hvað gerur þessu ógildanleg? Já, hann geti ef hann þyrði að stuða aðalstein, þá getur hann hugsað að þetta var ekki nægilegt samráð. Þannig að hún væri ógildanleg ef hún færi fyrir dóm. Þannig að hann má alveg ímynd sér Ástráður afturkalli tillöguna og þá náttúrulega fellur máli niður í héraði. Ok, en varðandi úrskurð Landsréttar, þá er hann þannig að við bara gleymum þessari miðlunartillögu. Að þá gildir hann náttúrulega tillögur sem eru lögmætar og rétt framsettar. Að þá getur verkalýðsfélag eftir sem áður vísa til þess að Efling komst upp með það að afhenda ekki félagsskrána og neita því. Já, svo getur vel verið einhver annar háttur verði hafður á atkvæðagreiðslu en það er ekki víst að verkalýðsfélag muni alltaf nýta sér þann ítrasta rétt. En það hafa þau oft verið sátt við það að væri lagða fram miðlunartillögur. Já, iðulega held ég að miðlunartillögur hafi nú verið settar fram til þess að skera menn niður úr einhverju snöru, menn hafa kannski verið búin að tala sig út í horn, kannski báðum megin og hafa þurft að hjálpa þeim að lenda einhverju. Og ég held að miðlunartillögur séu oft svona þannig, en það er kannski meira svo kallar innanhúsmiðlunartillögur eða... Ein afleiðing af þessum úrskurði Landsréttar kom í ljós í gær og kannski enn frekar í dag hversu illa undirbúnir fyrirtækjaeigendur voru því að eins og það eru búist við að ekki búist þessari niðurstöðu. Og þá kemur í ljós að flugi muni stoppa helgina, það verður vöruskortur bara mjög fljótlega helgina. Það eru laxaseiði sem getur dáið út á súrefnisskorti, það bara hrynja inn og ég reikna með því að í Eflingu séu allir og amma þeirra að sækjast eftir undanþágu. Og það er verið að svolítið að byggja undir að þetta sé alvarlegt ástand sem er framundan fyrir bara samfélagið í heild. Líkur á lögum, lagasetningu. Já, það er svolítið skrítið ef að það er rétt matjaður að fyrirtækja eigendur eða rekendur séu svona illa undirbúnir. Það er svo sem bara í takti margt annað á Íslandi. Þetta var alltaf rætt fyrir 2 dögum, en núna allt í ég tók bensín á báða bílaheimilisins í fyrradag, en sumir eru að gera þetta í dag og kannski á morgun á síðustu stundu, en miðað við hvernig Íslendingar voru illa undirbúnir fyrir óveðrið hérna í desember, þá kannski eru við ekki nógu skipulögð, en fyrirtæki getur alltaf ekki varið sig, það verður bara hættir leiðarkerfi Icelandair leggst af eftir viku. Kannski hafa fyrirtækja rekendur kannski treyst og mikið á orð Halldórs Benjamins þegar hann sagði fyrir bara tæpri viku, held ég get alveg lofa því að þessi deila verður löngu búin mun fyrr en eftir 2 mánuði. Og ég veit ekki hvernig maður á að túlka svona orði, er það því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur skipað næstum alla dómara í landinu í næstu 100 ár. Og skipaði á einu bretti allan Landsrétt. Það er nú 2 af þessu sem að kveða upp dómin eru dómararnir sem að Sigurður Andersen hífðu upp. Já, ég meina þannig að þetta eru allur Landsréttur eins og hann lagði sig var skipaður af hægri sinnasta dómsmálaráðherra sögunar hérna fyrir nokkrum árum og þó þar hafi slæðst inn einn og einn svona vinstrimaður eða sem var ekki sjálfstæðismenn, þá var það stórhættuleg slagsíða en þetta er ekki traustvengið þegar framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir svona, hann getur lofa þessu, kannski hafa fyrirtækin treyst á það, hann myndi bara töfra eitthvað fram, en mér finnst mjög ólíklegt að þessi ríkisstjórn, eða bara nokkur ríkisstjórn seti strax lög á eitthvað svona, þó að fara að skorta eitthvað, ég meina, verkfall á að leiða til erfiðir aðstæðna og knýja fram breytta hegðun og breytta afstöðu, þannig að við fundum náttúrulega oft fyrir því þegar ég fyrir hjá
bandalegi háskólamanna að verkvöld höfðu lítinn slagkraft þegar sko flestar heilbrigðisstéttir voru með slíka undanþágulista að það var eiginlega bara ágætismönnun í verkfalli sko. Það á ekki við Eflingu? Nei, og þar Efling sjálfstæð með með veitingu undanþá eða höfnun þeirra, þannig að það verður erfitt ástand giska ég á eftir einhverja daga. Og það ekki forseta til þess að séu sett lög svona þínu mandi að þetta ekki verum ekki í einhverju svona almanna vá, þetta bara verkvall? Það verður að þrýsta á kröfur sinnar? Við höfum eftir að sjá það. Nú verið að tala upp að, það vantar þá kannski bensín öllu suðvestur horninu og langt austur á austur fyrir fjall og upp á Snæfellsnes, skilst mér. Og engar vöru sendar. Já, þannig að það verður örugglega hávær krafa það, en ef að það kæmur lög á svona verkvall, eins og hefur stundum verið gert með sjómenn og flugfreyður og alls konar stéttir, sko, að þá náttúrulega kæmi líka, það er ákveðin hefð fyrir því, þá kæmi líka einhver óháður gerðadómur og ekki bara svona miðlun til að frá öðrum aðalanum, sko. Þannig ég held að lögin yrðu nú samt réttlátari en miðlun til aðan og en ég spá ekkert lögum alveg á næstunni, sko. Nei. Þannig að við munum vera að horfa á þessa deilu. Nú náttúrulega eiginlega boltinn hjá SA, það er þannig svolítið. Þau hafa bara verið með þvert nei hingað til. Efling hefur lagt fram ýmsar tillögur á leiðinni og í aðgerðum, þannig að það vantar viðbröðinu frá SA. Þau hafa hingað til sagt þvert nei að þau ætli bara að semja þetta og ekkert meir. Já, nú reynir á nýsettan ríkissátt sem ad hoc, Ástráð Haraldsson, og ég held að hann sé mjög fær maður í þessu tilviki, sko. Sólveig Anna Heldónum hann var sáttasemjari í deilu Eflingar við Reykjavíkurborg og sveitarfélögin, verkvöldunum sem þau fóru í eftir lífskjarasamningin og meðal annars í mjög erfiðu verkvalli þar sem þau voru í deilu við sveitarfélögin í kringu Reykjavík sem var frestað í COVID og byrjaði svo aftur eftir COVID. Það var langvarandi og erfið vinnudeila en Sólveig Anna Heldónum fyrir það að hafa sko hlustað. Á sömuleyti var hún að taka dæmi að þessu til þess að benda á hvað Aðalsteinn hafi verið bara aldrei heyrt kröfur Eflingar eða aldrei tekið neitt nótis af þeim, sko. Herðu, er þetta svona lögfræðin í þessu hjá okkur? Já, ég held að við séum nú búin að dekka mesta sviðinu og þessi úrskurður landsréttar fer í réttarsögunar. Já, skólabækurnar líka. Já, herðu, Gísli, kæra þakkir. Takk sem leið.